Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands. Nú á þessum skrýtnu tímum þá eru sennilega margir að upplifa einmanaleika og svona kvíða, skiljanlega. Og í gær á upplýsingafundi almannavarna að þá greindi Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands, frá því að þegar margir væru núna heima hjá sér í félagsforðun, að þá væru margir að upplifa það sem að öryrkjar upplifa dagsdaglega. Og svo ég víki mér að því sem að við ætlum að tala um hér í þættinum í dag, að þá er það mitt eitthvað sem að hefur rofið félagslega einangrun og einmanaleika hjá mörgum, og það er gæludýr og að eiga hund. Og hingað til mín í dag er komin Elsa Björk Harðardóttir og hún var að eignast hund og hún er leigjandi hjá félagsbústöðum og við ætlum að ræða hér í dag hundahald og það að vera með gæludýr í leiguíbúðum og fjölbýlishúsum, en við vitum það að þetta hefur mætt mikilli andstöðu almennt og að það getur verið erfitt að flytja inn með dýrunum sínum sem að eru með fjölskyldu meðlimur fyrir mörgum, og við ætlum að ræða þetta hér í þættinum í dag, en þetta getur einmitt verið gríðarlega mikilvægt fyrir marga að fá að hafa félaga sinn með sér, sérstaklega þegar maður er kannski að gangi í gegnum erfiða tíma. Og já, Elsa, þú kannski segir mér aðeins frá hvolpinum sem þú varst að eignast og hvað hann hefur gert fyrir þig. Já, takk fyrir. Ég eignaðist hvolp bara fyrir 5 vikum síðan og þetta var bara akkurat nokkrum dögum áður en að sundlaugarnar lokuðu, og fyrir mér eru sundlaugarnar alveg ofsalega mikill svona félagsstaður þar sem ég get spjallað við fólk og bara fengi verkjastillandi meðferð í vatninu. Og hvolpurinn minn kom bara akkurat á réttum tíma, þannig að í staðinn fyrir að fara í bara mjög mikla einangrun og bara einmanaleika, þá hefur mér bara liðið alveg dásamlega, enda hef ég beðið eftir þessum hvolpi í 10 ár, jafnvel, já, aðeins lengur en það jafnvel. Því ég var ekki í húsnæði sem að leyfði hunda og þorði aldrei að fá mér hund áður fyrr nema ég væri í eigin húsnæði og jafnvel ekki þá, en ég var svo heppin að fá bara lítinn blendingshvolp sem er bara dásamlegur og bara þegar að búa húsvenjan almennilega þá verður hann fullkominn. Og þetta er bara að, ég segi það bara að þetta er minn einkaþjálfari og mitt geðlyf í einum pakka, í einum litlum búk. Það er frábært að heyra, þannig að þetta er svona eins og það sé kannski dálítið svona rútína í kringum það að vera með hund. Veistu það, núna hef ég nefnilega annað að hugsa heldur en sjálfa mig, þannig séð að sko, mér langaði bara ekkert rosalega til að fara ein í göngutúra. Ég bara hef ekki haft mikið úthald í göngu, en þessi hundur gerir mér það kleift að koma inn svona lítilli hreyfingu 2-3 í daginn sem er bara að gera kraftaverk fyrir mig. Og ég náttúrulega líka í þeirri aðstöðu, ég er með frábæra nágranna hérna og yndislega gönguleið, þannig að ég er ekki alveg ein í þessu hundastandi, þannig að ég get fengið aðstoð og ég aðstoða nágrannana með sinn hund, og þetta er bara, já, þetta er bara svo mikið félagslegt og þetta er bara dásamlegt. Ég eiginlega sé enga ókosti við þetta enn sem komið er. Finnst þér eins og að hafi komið upp smá svona samfélag kannski í kringum þetta þegar maður er með hund, opnast þá kannski
frekar á svona samskipti við aðra, frekar en maður færi einn í göngutúr að þá kannski opnar það ekki eins mikið á samskipti við aðra einhvern veginn. Nei, og veistu að þegar ég hef sko verið að ganga aðeins að reyna að fá frísk loft og svona, þá, þú veist, það er valla að það er tekið undir kveðju þegar maður býður góðan daginn, en þegar þú ert með hvolp eða hund með þér, þá ertu farin að spjalla við aðra hundaeigendur og börnin í hverfinu koma, hópast og vilja heilsa upp á hundinn og spjalla, og veistu, þetta gefur manni gríðarlega mikið. En hvernig núna eins og, nú ertu kannski ekki búin að vera með hvolpinn lengi, en finnst þér þú taka eftir mun sko fyrir tíma COVID og eftir tíma COVID? Það er náttúrulega kannski, það talaði þessi 2 metra mörk sem maður eigi að virða sko, og það er kannski dálítið svona erfitt núna þegar allir er í göngutúr, það eru rosalega margir einhvern veginn að nýta sér það að fara kannski út að labba og ég fór einmitt í fjallgöngu í gær og mér fannst einmitt eins og væri bara allir í fjallgöngu sko, það var bara tróðið á fjallinu og sem maður svona upplifði að allir vera að nýta tíman einhvern veginn til útiveru. Finnst þér einhvern veginn eins og séu kannski fleiri úti núna, eða finnst þér þú taka eftir mun einhvern veginn, eða er þetta bara svona svipað? Veistu það, bara heilsufara á mér hefur bara verið þannig að ég hef í rauninni lítið geta gengið, þannig að þetta er bara svolítið nýtt fyrir mér að geta farið út á hverjum degi í stuttan göngutúr. Ég hafði verið að passa hunda og þá hafði ég sko hitt fólk út á Geirsnefi, en þetta er svo breyttir tímar fyrir mig líka bara út af húsnæðinu. Ég er bara komin á nýjan stað þar sem að ég náði bara að létta af mér svo miklu álagi að hlutirnir eru bara svo léttir, þannig ég hef ekki enn samanburð í þessu sko. Ég er svona ég nýliði í útgöngu. Ég skil þig. En mér langar aðeins að fara inn á annan þátt, og því að nefnir þarna Geirsnefið, og fyrir alls ekkert svo löngu þá var ég á mjög áhugaverðu málþingi hjá félagi ábyrgra hundaeigenda. Og þar vorum við að ræða og fara yfir alls konar mál sem maður fékk kynningu á, og þetta var mjög áhugavert, og þar var meðal annars verið að fara yfir skipulagsmál og hvernig einhvern veginn gjöldin sem að hundaeigendur hafa greitt til sveitarfélagana, að þá upplifðu hundaeigendur að það væri ekki verið að nýta þessi gjöld til þess að einhvern veginn skipuleggja hverfin og nærsamfélagi þannig að það væri hundum til góða, og voru þá að tala eins og hundagerðin, að þau væri oft illa skipulögð og bara jafnvel kannski kæmi hundum ekki til góða, og það þyrfti að bæta vissulega úr þessu, og það væri svona margt sem að þyrfti að gera betur þegar maður skoðaði þetta út frá sjónarhóli hunda og þeirra sem eru með hund. Þannig að það er svona ýmislegt kannski sem þarf að bæta þarna, því að væntanlega þarf að fara út með hundinn og allt þetta. Þannig að hefur einhverja reynslu svona af þessu? Já, ég er eiginlega bara svo ofta að tala þetta, hvað fara þessi skattpeningar? Ég skil það ekki. Það eru örfá hundagerði, og það er til dæmis á Geirsnefi, sko, það er varla bekkir fyrir fólk að sitjast á. Sko, þetta gæti verið svo miklu skemmtilegri aðstaða, og bara til að gera öllum léttara fyrir, þá þarf að hafa hundagerði á fleiri stöðum. Við þurfum líka að hugsa þá sem eru hræddir við hunda, og þeir verða líka að hafa sinn tilveru rétt, og með betra aðgengi að hundagerðum, þá er bara að því hundurinn verður að fá að hlaupa, það er bara í eðli dýrsins, og við náttúrulega viljum eiga hamingjusama hunda, og við viljum hundar eiga auka hamingjuna en ekki að draga úr henni. Það þýðir fyrir alla, og eins og á Geirsnefi, mér finnst bara aðkoman þar vera til skammar. Það eru holóttir vegir, það er ekki eins og flóðlýst. Veistu að Geirsnefi verði nýtt allan sólarhringinn.
ef að væri almennileg flóðlýsing. Þannig að fólk gæti séð eftir myrkur. Þessi staður nýtist varla yfir háveturinn nema örfáar klukkutíma á dag. Þannig að já, það er hægt að gera svo miklu betur og sömuleiðis með mast og hundaeftirliti. Þetta er ekki einu sinni virt, finnst manni. Og ég nú verið að horfa svolítið á YouTube og googla svona almenningsgarða eða svona hundagarða og gerði í til dæmis Bandaríkjunum og þar nú bara ráðinn hundaatferlisfræðingur sem að stendur vaktina vegna þess að hundar eins og mannfólk þurfa að læra samskipti og hundar geta lært ósiði í hundagerðum og þetta bara skiptir rosalega miklu máli að geta kannski hólfað eitthvað niður þar sem að hundar sem að læra geti farið vanið sig hægt og rólega inn. Þannig að já, það má bæta svo margt. Já. Og svo annað líka áhugavert sem að við ræddum á málþinginu og okkur var skipt einmitt upp í hópa og einn liðurinn sem var til umfjöllunar var einmitt búsetumál eldri borgara og öryrkja og þá vorum við dálítið að ræða stefnu hjá húsfélögum varðandi það hvort að gæludýr væri leyfð eða ekki og það virtist vera svona almenn stefna að gæludýr væru bara ekki leyfð en nú nýlega þá hafa félagsbústaðir einmitt leyft gæludýr þá ef að það þá samþykki fyrir því hjá þá væntanlega hinum leigjendum á stigaganginum. Þeir fyrir því sem að þurfa samþykja með. Þannig að þetta eitthvað líka sem að hefur verið mikið í umræðinni svona í gegnum tíðina, bæði hvað það erfitt að vera þá leigjandi á leigumarkaði almennt með gæludýr og maður hefur séð þetta á síðum á Facebook þegar að fólk að leita sér að íbúð fyrir sig og gæludýrin, en svo líka hjá húsfélögunum að þetta virðist vera bara þessi stefna að gæludýr séu alls ekki leyfð. Og við vorum svona að velta þessu fyrir okkur, hver í rauninni væri ástæðan, ætli þetta sé bara svona hugsunin eða einhver svona kannski í myndum að þessu fylgir kannski alltaf bara einhver svona vesen að þetta sé erfitt eða hvort að það sé tilefni til að skoða þetta meira bara svona einstaklingsbundið og skoða hvert mál fyrir sig og svo ræddum við líka mjög áhugavert að það oft kannski bara líka hljóð og læti til dæmis í þeim sem að æfa mikið á hljóðfæri eða alls konar svona sem að getur verið í leigjendum. Þannig að ertu með einhverja svona skýringar á því af hverju heldur að fólk sé svona vilja bara alls ekki fá gæludýr? Af því þetta getur skipt svo rosalega miklu máli fyrir fólk og sérstaklega einmitt í húsfélögum þar sem það eru einstaklingar sem að eru kannski félagslega einangraðir og geta ekki alltaf kannski komist út og sinnt því sem þeir vilja sinna. Já, veistu að ég held að í grunninn séu Íslendingar bara komnir frekar stutt. Ég meina þegar ég var unglingur þá voru hundar bara einfaldlega bannaðir í borgum og æsku vinkona mín átti hund og pabbi hennar hugsaði mikið hann og hann var nappaður af lögreglunni með hundin í fjöruferð einhvern tímann og hundinu var bara lóa og þessi klysja sem hefur verið tuggin í marga áratugi að hundar er bara heim upp í sveit. Þetta er bara svo mikið þvæla og svo náttúrulega það sem held ég að leigusalar óttast og stundum með réttu að gæludýr geta verið óþrifaleg og geta skemmt en það á ekkert við öll gæludýr. Það fer svo eftir bæði dýrinu sjálfu og svo hundaeigandinn, það alltaf hann sem ber ábyrgð. Þannig að ef þú ert með ábyrgan hundaeiganda sem passar upp á að dýri sé ekki að naga hurðar og annað og hreinsar upp eftir hann, þá er þetta ekki eitthvað sem á að stoppa í svona miklu mæli. Það sem hefur rannsóknir hafa náttúrulega bara sýnt fram á að gæludýr auka
og bæta líf fólks. Og það á náttúrulega vega miklu þyngra en að því sögðu þá finnst mér líka eftirliti verði að virka vegna þess að ég persónulega, ég myndi ekkert vera yfir mig hrifin ef ég væri með geltandi hund allan sólarhringinn. En þá verður líka að vera hægt að grípa inn í þar sem það á við, en það bara eins og, það ekkert alltaf allt fullkomið, það á bara við í öllu og þess vegna verður að vera eftirlitskerfi til þess að sé ekki bara verið að banna yfir alla heildina. Einmitt að skoða þetta bara svona dálítið heildstætt og þetta sé þá kannski bara eitthvað svona samtal sem þurfa að taka, þetta sé kannski leifar fyrir tíma. Já, sko, mér finnst líka bara með þessi hundamál og það eins og að fólk sé svolítið í tveimur hópum, það einhvern veginn annarkost ertu bara hundamanneskja og ert hrifin af hundum eða þú ert algjörlega á öndverðu meiði og bara þolir varla að vita af þeim. En það svona mín tilfinning, en auðvitað það ekkert rétt. En þetta getur verið svo mikið hitamál og það sem að sko svo mikilvægt að hundur bara fjölskyldumeðlimur. Hann ekki barn, en hann fjölskyldumeðlimur og það bara óbáslega erfitt og sárt að þurfa að láta frá sér fjölskyldumeðlim af því að þú þarft að flytja. Maður skilur náttúrulega í þeim tilfellum ef það bara alls ekki hægt að vera með hund eða væri til dæmis ofnæmi á stigagangi eða eitthvað svoleiðis, en þegar þetta væri alls ekki að trufla neitt annan þá var maður rosalega erfitt með að skilja það ef það sé ekki hægt að vera með hundinn. Þú veist, ef þetta einmitt svo greiðalega mikilvægt eins og þú hefur nefnt með bara félagslegu tengslin og hvað það gerur rosalega mikið fyrir mann að tengjast einmitt einhverjum sem að þarf að fara reglulega út sem minnir örugglega á sig og Já. Ef þú værir ekkert að fara út með hvolpina þá Ég væri ekki búin að fara svona mikið út vegna þess að ég hefði bara einfaldlega ekki haft svona mikla gleði af því og mér finnst nú líka svolítið fyndið að heyra því að nú ég búin að vera á örorku síðan 2007 og með mikla vefjagigt og erfitt með að hreyfa mig og kröfurnar sem að maður hefur svona mætt stundum að maður eigi bara að drífa sig alltaf af stað. Svo heyrir maður bara núna þegar allir í einangrun og þá eru bara hörðustu íþróttamenn að kvarta undan því hvað sé erfitt að drífa sig á æfingu þegar að vera bara einn. Og þetta opnaði bara svolítið augun mín og vonandi annarra að það bara flóknara, þú þarft að fá ánægju út úr því að hreyfa þig og að geta mætt á líkamsræktarstöð eða í sundleiknum eða eitthvað svona, það skiptir líka miklu máli. En þá kemur náttúrulega fátæktar issueið að ég hef ekki alltaf haft efni á því að kaupa mér líkamsræktarkort. En hundurinn kemur bara í staðinn hjá mér og náttúrulega sem félagsskapur, þetta bara fjölskyldumeðlimur og þetta bara besti sambúðaraðili sem ég hef haft. Já. Finnst þér eins og margir séu kannski núna að upplifa þegar rútínan fellur dálítið niður og auðvitað getur maður skilið að það mjög erfitt leið og vinnan farin og leið og þessar félagslegu samkomur falla niður og maður trúir því að þetta sé mjög erfitt. En ætli það sé aukinn skilningur fyrir því sem að öryrkjar upplifa kannski dagsdaglega? Ég ætla rétt að vona það vegna þess að í þessum faraldri þá sko ég ekkert einangraðri heldur en áður. Ég bara vön þessu og ég náttúrulega býði það að vera innilokuð út af orkuleysi og bara veikindum og það eru náttúrulega, þú veist, við erum alls konar öryrkjar en mestmegnis erum við með verki og í alls konar vanlíðan og ég meina það bara einn partur af þessu að vera lokaður heima. Ég vona þetta opna augun hjá fólki og ég vona að fólk átti sig líka á því að þegar maður verkjaður þá eru lífsgæðin afskaplega af skornum skatti og það sést ekkert utan á fólki. Þannig ég að vona það
að fólk mér finnst það hafa aukin, sko dásamlegt að sjá hvað samkennd og svona mannúð hefur aukist og þú veist, mennskan að koma svo mikið ljós í þessum faraldri. Að fólk einmitt áttar sig á því að lífið getur oft bara verið dálítið erfitt og maður getur ekkert alltaf bara skellt sér út í göngutúr eða farið bara út að hlaupa svona, það sé bara ekkert hægt bara 1, 2 og 3. Nei, það sko eins og þessi klísja, vilji allt sem þarf. Það bara eitt mesta kjaftaði sem til Vilji vissulega jákvæður, en það þarf bara margt fleira að koma til. Nákvæmlega. Þetta en hvað heldur að viðmót, ef þú lítur núna og svona 20 ár aftur í tíman, heldur að viðmót fólks sé svona almennt að breytast að það sé ekki lengur verið að líta á gæludýr sem bara dýr sem þú átt, að sé meira verið að líta á þessum félaga sem að geta einmitt stuðlað að einhvers konar svona félagslegum bata hjá fólki. Finnst þér vera breyting þar á eða skynjar eitthvað svona mun? Sko, vísindin hafa alltaf vitað þetta. Já. Það eru, sko, ég hugsa að sé búið að rannsaka þetta svolítið langt aftur í tíman í sko öðrum löndum en hér. En á Íslandi, veistu að ég man bara þegar, fyrir 20 árum síðan þegar ég átti fullt af hundum og reykti mér og að labba úti með hund og reykja sígarettu, það var bara það alversta, það var skelfilegt. Þannig ég var fegin að vera hætt að reykja og það sé litið öðruvísi á hundahald heldur en var fyrir 20 árum síðan. Já, og svo kannski líka að maður velti fyrir sér stéttavinklinum og að þeir sem maður náttúrulega hafa efnaði bara að kaupa sér jafnvel bara hús og það ekkert mál þá að flytja inn með hundi sinn, en þá erum við náttúrulega fólki sem hefur mesta fjármagnið. Sko það náttúrulega líka alveg bara, mér finnst það alveg, þetta bara eins og að hafa ekki sko efni á að kaupa sér lítinn hund eða kött eða hvað sem þetta hefur alltaf staðið í mér, en það ég komin á vel yfir miðjan aldur og það loksins núna sem ég þori að fá mér hund aftur, af því að ég veit alveg að ég hefði aldrei getað hugsað mér að skilja hundin einhvers staðar eftir ef ég þyrfti að flytja. Þannig að það bara mér finnst þetta bara vera hálfgert mannréttindabrot að geta ekki fengið sér gæludýr. En að því sögðu þá tek ég fram að eftirlitið verður að vera þesslegt að það virki. Það verður að vera góð umgjörð utan þetta allt saman. Það þarf að vera það og ég veit nú ekki alveg hvað eru margir hundaeigendur í Reykjavík, en á höfuðborgarsvæðinu hef ég einhvern tímann heyrt nefnda töluna að séu 20.000 hundar. Já. Ef það eitthvað nærri lagi, þá spyr ég bara, hvar allir þessir skattpeningar? Í hvað fara þeir? Svo velti maður því fyrir sér hvort að allir séu skráðir. Nú verð ég að viðurkenna að ég er kannski ekki alveg með þetta allt saman á hreinu. Og ég hef ekki heldur verið að kanna þetta neitt að ráði, en þetta svona eitthvað sem ég greip bara úr lofti. En það eru eflaust sko fleiri hundar og margir hundar sem eru ekki skráðir. Einmitt. Þetta eitthvað sem maður þarf þá að skoða og það einmitt mikilvægt að það sé þá verið að nýta þetta í þá uppbyggingu sem að hundar og eigendur þeirra. Já, algjörlega. Ég meina, þú ert að borga held ég hátt í sko 20.000 á ári fyrir að eiga hundin á hverju ári sko. Og að það sé þá sýnilegt svona ferlið og sýnilegt í hvað fjármagnið er. Já. Ég vil sjá þessa peninga fara í að hreinsa hundasvæðin og hafa, veistu að ég sé fyrir mig Geirsnef þar sem eða eitthvað annað álíka svona útivistarsvæði, það reyndar ekki til fyrirmyndar því að þaðan
geta hundar hlaup út og hérna upp á Miklubraut því það ekki lokað. En á sambarilegu svona svæði þar sem að, það bara að vera kaffihús og klósett og ég meina það fullt af hundaeigendum sem að og eru öryrkjar og myndi bara geta nýtt sér það að vera í félagsskap þarna ég þekki fólk sem kemur þarna og í kannski 1 til 3 klukkutími í einu. Og þessu fólki myndi fjölga. Ég hef líka Ég hitti einu sinni fullorðinn mann sem var með hvolp og hann var svo glaður og hann sagði að læknirinn sem hefði mælt með því að hann fengi sér hund en hann var svo stressaður af því að hann bjó í blokk og hann var svo hræddur að missa hundinn. Þessari gleði fylgdi kvíði sem að bara alls ekki í lagi. Nei. En þarna kemur með góða hugmynd að bæta aðstæðurnar í nærsamfélaginu svo að það sé hægt að ýta undir félagsleg samskipti og ég held að við... Nákvæmlega. Það þarf ekki annað en bara kaffivagn og svo finnst mér bara sjálfsagt að hafa klósett aðstöðu fyrir okkur mannfólkið þegar við erum að koma á svona stórt hundasvæði. Þetta var mjög góður lokapunktur sem ég held að við endum á í þessu góða spjall okkar hvað hundar og dýr geta gert mikið fyrir okkur mannfólkið gegn félagslegri einangrun og í félagslegum samskiptum. Ég þakka Elsu Björk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og þetta var Hin Reykjavík. Við verðum næst hér þriðjudaginn. Takk fyrir.